í bæinn. Það náttúrulega að skella okkur í Gerplu í smá krílaleikurni með stelpuna. Konan að vinna þarna líka, hún að þjálfa á þessu námskeiði, þannig að við fáum að sníkja okkur inn. Já, ég reynir nú yfirleitt að halda í sama morgunmatinn og fæ mér yfirleitt Vítabix með 4-5 klatta Vítabixi með hnetusmjöri og smá hunangi, mjólk. Það hefur stútfullt af kolvetnum og svona og létt í magann. Hoppa! Nei, þetta fyrsti tíminn, þannig að þetta snýst aðalega það bara að reyna að virkja þessa. Hún svolítið aktív, þannig að það fínt að byrja sunnudagsmorgna svona. Tala nú ekki þegar leikir og kannski nefn maður aðeins að liðka sjálfum til líka. Já, á ég að koma. Ég byrja að æfa fótbolta þegar ég var 5 eða 6 ára í Víking, Reykjavík og ég held að strákarnir vinir manns voru allir í boltanum, þannig að maður var svona, þú veist, farin að pæla hvort að þetta væri ekki eitthvað sem getur verið skemmtilegt og ég man að ég var heima hjá vini mínum, Ólafi Þór, bara einn daginn og hann var á leiðinni á æfingu og mamma spurði hvort ég vildi ekki bara skella með mig. Ég lánaði skó af stóra bróður hans og maður held stóra fætur sko, þannig að hann þurfti að fá lánaða skó hjá einum sem var aðeins eldri og já, ég að koma og ég held að það hafi nú ekkert verið aftur snúið eftir það. Ég að vinna í Danól, var að byrja þar bara fyrir rúmlega mánuði síðan. Ég var búinn að vera heima með þessari í ár og nú var hún að byrja á leikskóla, þannig að maður þurfti að fara að finna sér eitthvað að gera. Ég fúnkera aðeins betur þegar ég hef eitthvað fyrir stafni og það hentar mér vel að þessi vinna, að vera semst sölumaður þarna hjá Danól. Það var einmitt Leifur Andri og Arnar Freyr, markmaður í HK er með mér þarna og þetta bara hentar mjög vel með boltanum. Skrýtna leikaskrúturinn. Já, svona, ég reynir kannski að borða bara svolítið svipað og svo náttúrulega, þú veist, ef að leikir helgar þá reynir maður bara að taka þér rólega og taka smá svona liðkun og virkni morguninn. Ég hef oft pælt í hvort ég hafi haft einhverja fyrirmyndir þegar ég var lítill, en ég held að það hafi bara ekki verið neitt. Ég man svona, ef ég hugsa tilbaka þá var það kannski helst Oliver Kahn, markmaður í Þýskalandi. Ég hafði helviti gaman á honum. Ballack reyndar líka. Ég fylgdist mikið með Ballack. Maður leit náttúrulega mikið upp til pabba sem er sjálfur í íþróttum og hefur náð frábærum árangri í sinni íþróttagrein, sem kraftlyftingum og hugarfarið hans og að eiga samtöl við hann varðandi íþróttir er alltaf gott. Hvað sér, Óskalag? Já. Ég veit hvert þetta er að fara. Það er þetta gott lag. Ég held að við höfum gefið út einhver, ég veit ekki, 6, 7, 8 lög. Við gerum mér þess að lag með Luigi og áður en hann var risastór og Gumma Tóta til dæmis. Halli Flosa og voru svona að leika okkur eitthvað í kringum þetta sko. Og svo eitthvað bara 2 líka. Ég sé ekkert eftir því að hafa ekki farið út þegar sá möguleiki opnaðist. Það var ástæða fyrir að ég fór ekki út á þeim tíma og ég bara reyna að lifa eftir því að standa með mínum ákvörðunum. Ég var ekki tilbúin til að fara út bara til að fara út og mögulega, þú veist, ekki heils hugar og koma síðan heim með skottið á milli lappanna og eitthvað kannski, þú veist, og þannig að nei, sé alls ekki fyrir því. Ég hafði aldrei skorað neitt af neinu viti og og það var náttúrulega bara markmiðið líka fyrir þetta tímabil og það er ástæðan fyrir að ég hef haldið áfram í þessu auðvitað til þess að sýna fram á það að ég gæti það. Þú veist, það er eitthvað sem að ég vissi að ég gæti með öll þau mörk sem ég skoraði í fyrstu deild þá hefði það nú ekki passað inn í dæmið að ég gæti ekki skorað einhvers staðar annars staðar heldur sko. Það er bara rosalega léttir
að hafa loksins náð að sýna fram á það og svona fyrsta markmiði náð og núna vill maður auðvitað bara meira. Maður setti markið bara upphaflega á að skora meira en maður hafði skorað. Fyrsta talan var 8, svo hækkaði ég það upp í 12 þegar ég náði því markmiði. Svo var hann fljótur að ná því á móti HK og þá fór ég úr 8 í 12 þannig að þá hækkaði ég markmiðið til 15. Tekið þetta svona í skrefum, nú er ég búinn að ná 15 mörkunum þannig að næst stefnir maður á 18 en svo var auðvitað draumamarkmiðið auðvitað bara markamilli og þótt að mörgum hafa nú kannski fundist það svolítið langsótt en maður er kominn á þann stað að mögulega ná því þannig að það er bara klárlega erðarmargt. Nú ætlum við að kíkja á Maikai. Ég lét opna staðinn fyrir okkur, strákana. Áki vinur minn á þetta og ég reyni að koma reglulega og sérstaklega á leikdögum að karblóta mig alveg vel upp. Hún fór á bara risa þátt í því að ég sé að ná þessum árangri sem ég er að ná núna. Þegar hann kom fyrst upp á Skaga þá tókum við fund saman. Það sem að hann bara sagði mér það að ég væri bara framherji númer 1 og hann hefði alveg rosalega mikið álit á mér. Og hann vissi alveg nákvæmlega hvernig hann ætlaði að fara því að láta mig skora mörk. Fyrir þetta tímabil ákvað að ég ætlaði að fókusa á styrkleikana mína og reyna að spila bara inn á þá og sem að hefur bara gengið fullkomlega. Ég er ekkert að reyna að gera eitthvað sem ég veit að ég er ekkert endilega góður í, heldur bara halda áfram að vera konsistent í því sem ég er góður í. Ég var nú að ljúga ef þessi frammistaða í ár kemur mér ekki óvart. Auðvitað höfðum við trú á okkar liði og vissum hvað við vildum reyna að gera. En eins og segi, fyrsta markmið var að halda sér deildinni. Og það hefur bara, það gekk vonum framar og allt í einu vorum við bara komnir í séns á Evrópusæti. Fyrir IA að komast aftur í Evrópukeppni væri náttúrulega bara risastórt og þeir hafa svolítið verið svona sofandi risi á þessari öld og frá því að þau unnu titilinn en að komast þangað aftur myndi gera alveg þvílíkt mikið fyrir samfélagið upp á Skaga og fótboltafélagið sem heild. Sætasta mómenti á ferlinum það eru mörg móment sem koma upp í hugan. Til dæmis þegar við komum upp sem nýliðar með Víking 2014 og tryggðum okkur síðan Evrópusæti. Bikarúrslitaleikurinn með IA og þegar það er klárlega upp þér sko, það er þegar við tryggðum okkur áframhaldandi veru í efstu deild þarna móti Keflavík 2021 og spilum við síðan framhaldi af því bikarúrslitaleikinn. Það tímabil enda á að vera alveg bara geggjað dæmi. Jæja, nú fer maður að sækja stelpuna aftur og koma henni heim. Reyna að koma henni í smá lögn og ætlum að leggja sig í hann sjálfur líka. Og svo er það bara köld sturta og gera sig kláran í slaginn. Þannig að við sjáumst bara eftir. Blessaður. Herðu, ég var að koma okkur. Ég fæ alltaf fiðring og það er eitthvað sem hefur fylgt mér allan ferilinn að ég verð alveg svona, ég veit ekki hvort þetta kallist kannski stress eða spenna en ég finn það alveg bara svona þegar það styttist í leik svona kannski 3-4 tímum fyrir leik þá byrjar þetta svona aðeins að magnast upp og svo einhvern veginn þegar ég kem inn í klefa til strákana þá bara fer það alveg og kemur bara spenna og einhver svona kraftur þannig að
Já, ég finn alveg núna að það er einhver svona fiðringur. Jó, ég byrja í dag og spila vonandi bara alla leikinn. Það er að setja eitt mörk verður heldur gott líka. Stemmingin í hópnum er bara frábær, hún hefur verið það í allt sumar og æfingavikan hefur gengið vel fyrir sig, fyrir utan náttúrulega kannski veðrið. Þannig að síðustu 2 dagar hafa verið mikið rok og mikil rigning, þannig að kannski engin gæða fótbolti á þeim æfingum, en það eflir bara hugarfarið og kraftinn í liðinu að þurfa að takast á við svona erfiðar aðstæður. Strákar, bara takk fyrir daginn og gaman að ykkur og gaman að þessu og vel gert. Við bara sjáumst til leik.